Já, komið sæl og blessuð og verið hjartanlega velkomin til kirkju á þessu fallega snjómikla kvöldi. Já, við ætlum að eiga hérna saman stund og heiðra minningu þeirra sem að látist hafa krabbameini og við ætlum að þakka fyrir alla þá kalla sem að hafa læknast af krabbameini og við ætlum að eiga hérna saman stund og þakka og biðja og minnast. Og til þess eru hingað komnir kallakórinn, ég segi kallakórinn minn, má ég ekki segja það? Já, já. Og hann ætlar að syngja hérna undir stjórn hennar Láru Hrannar Pétursdóttir. Verið hjartanlega velkomnir hingað. Ég hef nú boðið ykkur velkomna í aðra kirkju en þetta er líka ykkar kirkja, þannig að það er nú gaman að sjá ykkur hér líka. Og svo er náttúrulega hann Bjarmi okkar sem situr við píanóið. Takk fyrir það, leiðir okkur í sálmónum og ég bið ykkur endilega að syngja með í sálmónum. Þið sjáu númerin í skránni og endilega takið þátt líka í messu svörunum öllum. Og síðan er hún Elísabet Sigurveig Ólafsdóttir, sóknarnefndarformaðurinn okkar hérna í Lágvinnsókn sem að les fyrir okkur reikningalestarna. Og svo erum við með einstaklega góðan gest, það er hann Sigurbjörn Þorkelsson sem ætlar að flytja okkur ræðuna í dag, predika fyrir okkur í dag. Hjartans þakkir fyrir að koma hérna til okkar á þessu góða kvöldi. Hann er rithöfundur og ljóðskáld með meiru, mikill kirkjumaður, hefur starfað innan kirkjunar í áratugi og skrifað náttúrulega heilmargar greinar og predikanir og pistla inn í Morgunblaðið og víða. Gefið út margar bækur, það er virkilega gaman að fá þig hérna, mikill heiðurs. Já, takk fyrir það. En þá held ég að okkur sé nú ekkert að vanbúnaði en að við bara höldum áfram. Ég fór í mottumarsokkana, má ég sjá hvað eru margir hérna inni sem eru allan í mottumarsokkunum eða jafnvel búnir að kaupa þá. Er það ekki einhverjir? Jú, sko, það er einhverjir, dásamlegt. Já, það er ekki. Ég gef séns í kvöld. Já, ég fáið séns. En það er gott að styrkja gott málefni og fá sér svona eins og eitt sokkapar. En við skulum byrja þessa messu eins og við erum vön með því að merkja okkur Kristi og signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Hjálp okkar kemur frá Drottni. Drottin, ég er komin í þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla og til að heyra hvað þú, Guð Faðir, skapari minn, þú Drottin Jesús, frelsari minn, þú heilagi andi, huggari minn, vilt við mig tala í þínu orði. Drottin, heyr þú lofgjör mína og bæn og opna þú með þínum heilaga anda hjarta mitt fyrir sakir Jesú Krist, að ég fyrir þitt orð iðrist synda minna, trúi á Jesú í lífi og dauða og taki framförum í kristilegu hugarfari og líferni. Bæn heyr það og Guð fyrir Jesú Krist. Amen. Maður syngja fyrstu 2 erindi af sannleikans andi, Salmur 517. Syngjum við seinni 2 á eftir. Send oss i vigrunum himnes
miskuna þú. Kristur miskuna þú. Drottinn miskuna þú. Og þar sem að við erum á föstu tímanum og þá syngjum við ekki dýrðasöngin, við förum beint yfir í kollektina. Og það er eins gott þið svarið mér þarna því annars þarf ég að hætta versunni. Drottinn sé með ykkur. Og með þínum anda. Biðjum. Við biðjum þig almáttugi Guð, heyr bænir barna þinna og lát þína voldugu verndar hönd hlífa okkur og hjálpa. Fyrir son þinn Jesú Krist, drottinn okkar, sem með þig lifir og ríkir í einingu heilags anda, einn sannur Guð aldir alda. Amen. Þá er hún Elisabeth sóknarnefndarformaðurinn okkar að lesa fyrir okkur ritningalestra þessa drottins dags. Fyrri ritningalestur úr fyrri Samúelsbók og hljóðar svo í drottins nafni. Davíð tók staf sinn sér í hönd og valdi 5 hála steina úr ánni. Lét þá í smalatösku sína sem hann var með og hafði slöngusteinana í. Hann hélt síðan gegn Filisteanum með slöngu sína í hendi. Filistean gekk fram og nálgaðist Davíð og maðurinn sem bar skjöld hans gekk fyrir honum. Filisteinn kom auga á Davíð og leit til hans með fyrirlitningu því hann var aðeins unglingur, fríður og rauðbirkinn. Heldurðu að ég sé hundur, spurði Filisteinn Davíð, úr því að þú kemur á móti mér með staf. Og Filisteinn formælti Davíð við Guð sinn og hrópaði til Davíðs: Komdu hingað, ég skal gefa fuglum heimsins og dýrum merkurinnar hræ þitt að éta. Davíð svaraði Filisteanum: Þú kemur á móti mér með sverð og spjót og lensu, en ég kem á móti þér með nafni drottins hersveitana. Hann er Guð herfylkinga Ísraels sem þú hefur smánað. Í dag mun drottinn framselja þig í hendur mér. Ég mun fella þig og höggva þér höfuðið. Í dag mun ég gefa fuglum himinsins og dýrum merkurinnar hræ þitt og hræ hermanna Filistea. Þá munu allir íbúar jarðarinnar viðurkenna að Ísrael á sér Guð. Allir sem hér eru samankomnir skulu viðurkenna að drottinn frelsar ekki með sverði og spjóti. Þetta er stríð drottins og hann mun framselja ykkur í hendur okkar. Filisteinn hélt af stað og gekk fram gegn Davíð. Hann hljóp hratt á móti honum í áttina herfylkingunni. Stakk hendinni í töskuna, tók úr henni stein og slöngvaði og hæfði Filisteann í ennið. Grófst steinninn í enni Filisteann sem féll á grúfu til jarðar. Þannig sigraði Davíð Filisteann með slöngu og steini. Hann felldi hann og drap án þess að hafa sverð í hendi. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Síðari ritningalesturinn úr opinberunarbókinu og hljóðar svo í drottins nafni. Engli safnaðarins í Smyrnu skaltu rita. Þetta segir sá fyrsti og síðasti, sá sem dó og varð aftur lifandi. Ég þekki þrengingu þína og fátækt, en þú ert samt auðugur. Ég veit hvernig þú ert hrakyrtur af þeim sem segja sjálfa sig vera gyðinga, en eru það ekki heldur samkunda Satans. Kvíð þú ekki því sem þú átt að líða. Djöfullinn mun varpa nokkrum yðar í fangelsi til að reyna yður og þér munu þola þrengingu í 10 daga. Vertu trúr allt til dauða og ég mun gefa þér kórónu lífsins. Hver sem eyra hefur heyri hann hvað andinn segir söfnuðinum. Þeim sigrar mun sá annar dauði ekki granda. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Friðarins
Guðspjalli skrifar Guðspjallamaðurinn Jóhannes. Og Jesús svaraði gyðingunum: ef Guð væri faðir yðar, mundu þér elska mig, því að frá Guði er ég útgengin og komin. Ekki hef ég sent mig sjálfur, það er hann sem sendi mig. Hví skiljið þér ekki mál mitt? Af því að þér getið ekki hlustað á orð mitt. Þér eigið djöfulinn að föður og viljið gera það sem faðir yðar girnist. Hann var manndrápari frá upphafi og hefur aldrei þekkt sannleikann, því í honum finnst engin sannleikur. Og þegar hann lýgur fer hann að eðli sínu, því hann er lygari og lygarinnar faðir. En af því að ég segi sannleikann, trúið þér mér ekki. Hver yðar getur sannað á mig synd? Ef ég segi sannleikann, hví trúið þér mér ekki? Sá sem er af Guði, heyrir Guðs orð. Þér heyrið ekki vegna þess að þér eruð ekki af Guði. Og þeir svöruðu honum: er það ekki rétt sem við segjum að þú sért samverji og hafir illan anda? Og Jesús ansaði: ekki hef ég illan anda. Ég heiðra föður minn, en þér smánið mig. Ég leita ekki míns heiðurs. Sá er til sem leitar hans og dæmir. Sannarlega, sannarlega segi ég yður, sá sem varveitir mitt orð skal aldrei að eilífu deyja. Og þannig hljóðar heilaga Guðspjall, og við svörum Guðspjallinu með því að segja saman trúarjátningun okkar. Ég trúi á Guð, föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans einkason, drottinn morð, sem getinn er af heilugum anda, fæddur af Maríu mey, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur, dáinn og grafinn. Steig niður til heljar, reis á þriðja degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilaga, fyrirgefningu syndanna, upprisu mannsins og eilíft líf. Amen. Sálmur 505 og ást sem faðmar hans. Já, góða kvöldið og náðu friður Guðs sé með ykkur öllum í Jesú nafni. Ég þakka fyrir boðið, gott að vera með ykkur hérna í kvöld, ánægjulegt
á þessum fallega stað og Guð blessi þjónustu ykkar alla og veru. Þér var aldrei lofuð auðveld ævi. Það eina sem örugt var þegar þú fékkst dagsbirtun í augun var að fyrr eða síðar myndu augu þín bresta og hjarta þitt hætta að slá. Það eina sem þér var lofað var eilíf samfylgd af höfundi og fullkomnara lífsins. Já, þegar þungar byrðar og vonleysi, máttleysi og þreyta og huganleita, veit ég fátt ef nokkuð betra en að fá að horfa upp í himininn og þykja þannig guðlegan, hreinsandi og uppörvandi mátt kærleikans sem gleður og endurnærir svo að tónar tilverunar taka að verða töfrandi á nýjan leik. Guð er nefnilega ekki eitthvert órætt, ósýnilegt, óréttlátt afl. Hann er andi sem að klæddist mannlegu holdi sem glæðir orðið lífi. Jesús var nefnilega sendur með erindi kærleikans, fyrirgefningar, sannleika, réttlætis og friðar, ljóssins, fegurðar og fögnuðar til okkar svo að við kæmumst af þrátt fyrir stundlega dimmu og depurð, vonbrigði og skugga. Við erum hér stödd í Lágafelskirkju í mottu mars og minnumst þeirra sem að látnir eru úr krabbameini og stöndum með þeim sem eru í baráttu og hafa greinst, hafa læknast og eru enn í baráttunni. Mér langar til annars að segja ykkur frá því að fyrir 12 árum þá kynntist ég manni nokkrum, reynda samferðamanni til margar ára sem fannst ég kannast eitthvað við svona frá fyrir tíð. Ég tek fram að hann er afar velviljaður, blessaður en jafnframt veiklundaður og stundum og skelfing eitthvað vesall svo að ég oft í tíðum hreinlega mesta basli með hann. Oft reyni ég að hvetja hann til að líta í spegil og láta sér síðan þykja væntum þann sem hann þar sér, en það gengur misjafnlega. Við félagarnir eru reyndar orðnir ótrúlega samrýmdir í seinni tíð og þakklátir þrátt fyrir allt. Reyndar er hann svo líkur mér blessaður að ég ruglast stundum næstum því á okkur. Mér finnst hann oft nánast eins og skugginn af sjálfum mér. Karlkvölin hefur nefnilega verið að ganga í gegnum heldur erfiða tíma því að ykkur að segja þess vegna er ekki alltaf auðvelt að dragnast með kvöða. Hann greindist nefnilega óvænt með krabbamein mitt árið 2013. Þá rétt nýorðinn 49 ára gamall sem 9 mánuðum síðar var gefið út að væri ólæknanlegt. Þannig að það fengi símtal frá lækninum góða þess efnis þar sem að þau hjónin voru stödd í sumarleyfi á grísku eyjunni Krít í tilefni þakkarverðra tímamóta í lífi okkar, þeirra allt svo. Og það vaknar þessu morgunin, sagði hann mér, og þau átt sína unastund. Svo kemur þetta símtal, þar sem að sagt er að hafi greinst óæskilega frumubreytingar í blöðruhálskirtli og það þyrfti að meðhundla það með einhverjum hætti. Gjörsamlega út úr kortinu, og þetta hlaut að vera einhver misskilningur. Og kappinn með síman bara á sundskjulinni á bakkanum og hefði bara viljað út í laug, gleymt. Þetta gat ekki verið að gerast. Hann var sem lamaður. Minningarnar þyrluðust upp og myndir úr fortíð, óljós framtíð og draumar sem hugsanlega aldrei myndu framkallast. Svona líður mörgum sem að fá svona upprýkingu eða lendi í svona samtali og sagt er að svona sé staðan og þú veist ekkert. Átt ekki von og neinu og veist ekkert hvað er að fara að gerast. Hjónin féllust í faðma og fóru að gráta, lögðust á sólbekk og tók að hlusta á tónlist. Og eitt af því sem upp í hugan kom, ættum við aldrei eftir að verða amma og afi. Það var svo margt sem að flögu gegnum hugan.
lífsneistanum fataðist flugið, skýin eins og hrönnuðust upp. Og bara myrkur, algjör þögn. Hjón yfir sig ástfangin í yfir 30 ár í fjarlægu landi, vitandi varla sitt rjúkandi ráð. Hvað verður og hvað ef? Eitt símtal og veröldin nánast hrundi. En eftir að heim var komið, þá ákvaðu þau að ganga inn í ljósið, ekki út í myrkrið. Hann hafði þessi náungi sem ég er að segja ykkur frá, einmitt skrifað stundum greinar í Morgunblaðið eða einhver blöð, og nú kemur upp um mig hver maðurinn er kannski, eða hvað, við sjáum til með það. Og hann ákvað að vera ekki að fela neitt, því hann væri ótrúverður ef hann væri að reyna að fela eitthvað og sagði því bara þjóðinni frá því hvernig staðan væri og hvernig málum væri háttað. Og bað fyrirbæn. Og það stóð ekki á fyrirbænum sem hann hefur fengið allan tíð síðan og stendur hér jafnvel í dag. Þá er við hér, nákvæmlega hér, tæplega 13 árum eða rúmlega 12 árum síðar. Hann var þó ekki eingöngu að kalla eftir fyrirbæn fyrir sér, heldur fannst honum svo magnað að upplifa að svo margir væru tilbúnir til að sameinast í bæn. Uppskurður reyndist óumflýjanlegur í lok þess árs sem að ræddi eftir margvíslegar rannsóknir, þóttist taka vel en skilaði því miður ekki tilætluðum árangri. Gildin lækkuðu að vísu verulega en ekki nóg og fóru síðan bara á skömmum tíma ört hækkandi að nýju og læknir tjáðunum að meinið væri komið til að vera. Vonbrigðin. Eftir að hafa farið í margs konar prufur og læknisæfingar og leiki bæði innanlands og utan, segulómun og beinaskanna og á ríkisspítalana fræga í Kaupmannahöfn og svo framvegis, héldu gildin bara áfram að hækka, biðin var endalaus, reyndi verulega á, dýfurnar margar og miklar og vonbrigðin ósegjanleg. Ákveðið var í samráði við lækna að hefja síðan lyfjameðferð síðla árs 2014 sem að stóð yfir með tilheyrandi aukaverkunum og allt þetta ferli breytt honum nokkuð og hefur haft og hafði áhrif á hann. En ég veit að eftirfarandi orð Páls postula á Rómverjabréfinu eru miklu uppáhaldi hjá honum. Ég lít svo að þjáningar þessa tíma séu ekki neitt í samanburði við þá dýrð sem á okkur mun opinberast, því að ef Guð er með okkur, hver er þá á móti okkur? Hann sem þyrmdi ekki sínum eigin syni heldur framseldi hann fyrir okkur öll, hvort heldur mun hann ekki líka gefa okkur allt með honum. Kristur Jesús er sá sem að dáinn er og meira en það hann er upprisinn og býður fyrir okkur. Í öllu þessu vinnum við fyllsta sigur fyrir hann sem elskaði okkur. Þessu umræddi vinur ákvað ungur árum að leitast við að lifa ekki fyrst og fremst sjálfum sér, heldur þess í stað að leggja áherslu líkt og Páll postuli forðum að vita ekkert mikilvægara mann á meðal en Jesú Krist og hann krossfestan og upprisinn frelsara mannkins og eilífan lífgjafa fyrir þau sem þiggja vilja. Því hefur hann ávallt reynt að miðla þó í veikum mætti hafi vissulega verið af einlægni og auðmýkt í trausti til Guðs. Í bæn að hans fátæklega erindi fyndi sér farveg, hvernig sem að hann nú yrði. Ég veit að hann býður kvölds og morgna og miðjan dag og jafnvel nætur með titrandi hjarta, Drottinn Jesús, vertu mér syndugum náður og líksamur, miskunnaðu mér, líknaðu mér og læknaðu og leiðu mér að lifa í kærleika, fríði og sátt við þig og alla menn. Gefðu að ég mætti vera farvegur kærleika þíns og fríðar,
svo líf mitt ber þann ávöxt sem því var ætlað, verði þér til dýrðar og samferðar fólki mínu til blessunar. Það var svo í október 2014 og honum er boðið að fara á tónleika, kirkjukórs Lindakirkju, þar sem að tónlist sem að höfðaði til hans var sungin. Það var að kynna nýjan disk sem að þau hefði gefið út og heitir Með fögnuði, Óskar Einarsson stjórnandi, og svo kemur að lagi sem er þarna sungið sem heitir Dýrð sé Guði og er eftir hann Áslaugu Helgu Hálfdánadóttur sem er í kórnum, hún er mamma Væp bræðranna, ef einhver tengir frekar við þá, að náunginn sem ég er að segja ykkur frá, hann kemst bara við og réttir svona út hendurnar einhvern veginn og það fer eitthvað svo skrítin tilfinning og svona unaðsleg og merkileg, maður hafði aldrei upplifað áður í gegnum hann. Og með þetta fer hann heim af þessum tónleikum sem voru á 50-dagskvöldi eða eitthvað álíka og það vildi þannig til að hann hafði einmitt verið beðinn að tala í Lindakirkju á sunnudagskvöldinu og eftir og þar segir hann bara kórnum frá þessari upplifun og frá þessari sögu. Svo er ekkert með það líður bara mánudagur og svo líður þriðjudagur og svo á miðvikudegi þá hittir hann lækninn sem að tilkynnir honum að gildin, þessi frægu sem er alltaf verið að spyrja og mæla, séu komin, og ekki bara lækkað lítilega, til séu komin niður í 0. Og komin niður í 0. Og þetta var þá. Og þannig stóð í 2 ár. Gildi í 0. Merkilegt. Alveg stórkostlegt. Svo tók það að gerast 2 árum síðar að þau tók að hækka aftur og vinurinn settur á fleiri meðferðir, líftæknilyfja meðferðir og ísotópa meðferðir til að lægja verki í beinum þar sem að útbreiðslan var orðin hröð og mikil. Og síðan fyrir 3 árum hófst frumudrepandi meðferð og hefur verið í henni núna í langan tíma á 2 vikna fresti, síðustu viku. Allt reynir þetta á. Barnabörnin þau eru orðin 9. Mikil blessun. Eitt þeirra fekk reyndar ekki að vera með okkur til frambúðar. Hann fæddist og dó 10. janúar 2024. Var kvaddur hér í kirkjunni, Lágafellskirkju. Hlaut nafnið Davíð, sem þú last áðan, hinn elskaði. En við erum óendanlega þakklátt fyrir alla upplifun og allt sem við höfum fengið að taka þátt í og að hitta barnabörnin reglulega. Þess má geta að Davíð og stóri bróður hans, þeir eignuðust síðar í sumar bróður sem fæddist í, hvar haldið? Hvalfjarðargöngunum. Kjalnesingar. Fæddist í Hvalfjarðargöngunum. Þetta er ekki gerst áður á Íslandi, er okkur tjáð. Og 70 km hraða, fullri fart, kemur drengurinn í heiminn og er þvílíkur gleði gjafi hann hjá okkur í dag og auka líf okkar eins og þau öll sannarlega með veru sinni. Já, gráttu ekki yfir góðum liðnum tíma, njóttu þess heldur að ylja þér við minningarnar, gleðjast yfir þeim og þakka fyrir þær, með tár í augum en hlýju í hjarta og brosi á vör, því að brosið færir birtu bjarta og minningarnar geyma fegurð og þakklætis í hjarta.
himneskt er að vera með vorið vistað í sálinni, sólina og eilíft sumar í hjarta, því að hamingjan felst í því að vera með himininn í hjartanu, lífi lífið. Já, dýr sé Guði, Föður og Syni og heilugum anda, svo sem var í upphafi, er og verður aldir og að eilífu. Og í lotningu fyrir lífinu og í þakklæti til höfundar þess og fullkomnara, bið ég ykkur í samstöðu og bæn að meðtaka eftirfarandi friðarkveðju með því að rísa á fætur. Friður Guðs. Kristna frelsara og eilífa lífgjafa, náð hans og miskunn fylgi okkur eilíf. Amen. Takk fyrir.
Og við skulum sameina hý okkar í bæn til Drottins og það er hann Sigurður Óli kirkjuvörður og situr í sóknarnefnd líka sem ætlar að fara með bænirna með mér. Biðjum saman. Já, Guð, þú sem ert höfn okkar, skjól og öryggi, við biðjum þig að varðveita, blessa og útbreiða kirkju þínu alla jörð. Styrk þau sem þjáningar þola og send trúa verkamenn í vingar þinn og vek þau sem andvaralaus eru og upplýs þau sem efasemdir hrjá. Já, veit öllu fólki og þjóðum náð til að þekkja þig, Guð. Hugga þau sem sorgir þjaka. Og Drottinn, hald þinni almáttugu verndar hendi yfir íbúum þessa lands, varveit forseta Íslands, ríkisstjórn, löggjafarþing og dómstóla, sem og þau öll sem starfa í almannaþágu. Gef þú þjóðinni góða vegu til bjargræðis og varveit frelsi hennar og menningu. Já, Drottinn, gef frið meðal þjóða og hjörtum manna þann sanna frið sem heimurinn má hvorki veita né frá okkur taka. Við þökkum þig, Guð, styrk þinn og stuðning í stormi lífsins og á sólardögum. Megi Mottumars minna okkur á trú, von og kærleika þinn. Megi Mottumars minna okkur á alla þá karla sem greinst hafa með krabbamein. Drottinn, í þinni hendi eru allir karlar sem náð hafa heilsu og allir þeir sem heyja baráttu. Og við minnumst þeirra karla sem lutu í lægra haldi og eru nú í faðmi þínum, Guð. Megi Mottumars sokkarnir vera okkur þakkar bæn til þín. Guð, megi lofgjörð okkar hér í kirkjunni þinni berast til þín og sem þakkir til Krabbameinsfélagsins og allra þeirra sem vinna við að rannsóknum og styðja við krabbameinsveika. Já, Drottinn, við þökkum fyrir lækna og hjúkrunarfólk og biðjum þeim blessunar í mikilvægum störfum sínum og biðjum fyrir öllum konum og körlum sem greinst hafa með krabbamein eða aðra lífsógnandi sjúkdóma. Biðjum fyrir öllum sem óttast og eru hrædd við lífið. Gef að þau finni sig í öruggum faðmi þínum, Drottinn. Gef að við megum öll hvíla í því að allt er í þinni hendi. Fyrir Jesú Krist. Amen. Já, Guð, heyr bænir okkar og uppfyll þær að vilja þínum. Amen. Og nú göngum við inn í þann hluta messunar þar sem að altarisgangan fer fram og þegar þið komið hérna að þá megið þið annarkvort krúpa eða standa eftir því sem að þið hefði getu eða vilja til og þið takið við oblátunni í lóan og dýfið síðan í bikarinn. En við játum syndir okkar og lifum saman í kærleika og sátt. Við játum fyrir þér, almáttugi Guð, að við höfum syndað í hugsunum, orðum og gjörðum. Fyrirgef okkur sakir miskunnar þinnar og leið okkur til eilífs lífs, til dýrðar nafni þíns. Og ef við játum syndir okkar, þá er Guð trúr og réttlátur, svo hann fyrirgefur okkur syndir og hreinsar okkur af öllu ranglæti. Amen. Friður Drottins sé með ykkur. Og með þínum anda. Nú skulum við hlýða hvers öðru friðar og segjum friður sé með þér. Friður sé með þér. Friður sé með þér. Friður sé með þér. Friður sé með þér.
okkar til himins. Við veljum þau til Drottins. Við skulum þakka Drottni Guði okkar. Það maglegt og rétt. Sannlega það maglegt og rétt, verðugt og mjög hjálpsamlegt, að við alla daga og á öllum stöðum lofum þig og þökkum þér. Þú heilagi Drottinn, almáttigi Faðir og eilífi Guð, fyrir Jesú Krist Drottinn okkar. Því að hann elskaði okkur og gaf líf sitt til lausnargjalds fyrir okkur, og sakir dauða hans urðum við sættir við þig. Þess vegna með englunum og höfuðenglunum, með tignunum og Drottinn völdunum, sömuleiðis ásamt öllum himneskum hirsveitum, lofum við þitt heilaga nafn, óaflátanlega segjandi. Heilagur ert þú, Drottinn Guð allsherja, himnarnir og jörðin eru full af dýrð þinni. Hósíanna í upphæðum, blessaður sé sá sem kemur í nafni Drottins. Hósíanna í upphæðum. Lífsins Guð sem fæðir og fóstrar allt sem lifir, við lofum þig fyrir allt það sem við höfum frá þér þegið. Við þökkum þér að þú sendir okkur son þinn Jesú Krist til að næra hungraðan heim og til að líkna þeim sem líða. Send okkur heilagan anda, svo að gjafir þínar sem við neytum verði okkur brauð lífsins og bikar blessunarinnar. Drottinn Jesús Kristur tók brauðið nóttina sem hann svikinn, gerði þér þakkir, braut það og gaf lærjusveinum sínum og sagði: Takið og borðið, þetta er líkami minn sem fyrir ykkur er gefinn. Gerið þetta í mína minningu. Og sömuleiðis eftir kvöldmáltíðina tók hann kaleikinn, gerði þakkir, gaf þeim hann og sagði: Drekkið allir hér af, þetta er kaleikur hins nýja sáttmála í mínu blóði sem fyrir ykkur er úthellt til fyrirgefningar syndanna. Gerið þetta svo oft sem þið drekkið í mína minningu. Og þess vegna komum við saman og neytum þessara máltíðar í minningu hans sem gekk á jörðu, boðaði frið og þjónaði þeim sem þurftu. Fyrir líf hans, dauða hans á krossi og upprisu, fáum við að nálgast þig eilífi Guð í einum anda. Fyll okkur heilugum anda og sameina heilaga kirkju þína í þjónustu við þig og hvert annað. Hér er engin gestur eða framandi, heldur erum við öll eitt í samfélagi heilagra og fjölskylda Guðs. Og fyrir Krist, með Kristi og í Kristi sé þér almáttigi Guð í einingu heilags anda, heiður og dýrð í heilagri kirkju þinni, aldir alda. Amen. Og biðjum eins og Jesús kenndi okkur að biðja. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, til komi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Jesú blessaði nafni. Amen. Þú sem burt er heimsins, miskunnar þú. Ó þú Guðs lamb Kristur, þú sem burt er heimsins,
samfélag líkama Krists, svo bikar blessunarinnar sem blessum. Blóð Krists. Komið að borði Drottins, allt er til reiðu. Jesús Kristur, krossfestur og uppreisni, Drottinn var okkur að frelsari, varveita okkur í skírnan á sinni. Hans náð og friður sé með okkur öllum. Amen. Skulum biðja saman. Við þökkum þér Guð, uppspretta friðar, fyrir þessa hjálpsamlegu máltíð. Þú munt vel fyrir sjá. Gef okkur hugrekki og náð
til að bera brauð lífsins út í heiminn. Fyrir Jesú Krist. Amen. Þökkum Drottni og vegsömmum hann. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Amen. Hjartans þakkir fyrir þessa stund, farið í friði Drottins og þjónið honum með gleði. Og við ætlum að fá kraftinn hjá Karlakórnum til þess að kveðja okkur. En þeir sem vilja fá kaffi hérna eftir, þá er molasopi hérna í safnaðarheimilinu.